Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu miðvikudagskvöldi. Það er 27. júlí og það er náttúrulega nálgast verslunarhelgi og gott betur það, en nú erum við komin í samband við Danmörku, komin í samband við síðasta viðmælanda kvöldsins og það er hann Jóhann Ingi Hafþórsson sem er staðsettur í Danmörku. Hann er að fylgja U20 ára landslið karla í handbolta sem að Ólafur Stefánsson og fleiri töffarar er að þjálfa. Komdu blessa og sæll, höfðingi. Já, sæll og blessa. Hvernig hefur það þarna út í Danmörku? Þetta er bara ansi ljúft. Já. Svolítið öruvísinn í Fraklandi og svona minna umstanga, en þetta er voðalega næs. Já. Þú er náttúrulega varst að fylgja landsliðinu eftir í knattspyrnu og já, sem er náttúrulega nýju stjórnum okkar, en svo ert að fylgja svona framtíðarstjórnum okkar núna, eða ekki, úti í Danmörku? Já, algjörlega, og þetta er svona aðeins öruvísi, eins og ég segi, heldur en Fraklandi, en ekki síður skemmtilegt, sko, náttúrulega ríkalega efnilegt lið sem við erum með. Þriðja sæti á HM og þeir ætla sér ennþá lengra af þessu móti, það heyra svolítið í þeim og mjög metnaðarfullur hópur og með góðsögn Óla Stefa þjálfa sig og ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað þetta leik gerir á mótinu. Já, liðir var það ekki bara að koma sér fyrir út í Danmörku núna eða hvernig er staðan á því? Jú, þeir komu í gær eftir eitthvað seinkun á flugi og eitthvað við sem, en þeir æfðu í fyrsta skipti í höllinni sem er spila í áðan. Og já, og síðan æfa einu sinni snemma á morgun og síðan er það bara leikur kvöldi. Það er æfingu og leikur á morgun, það er nóg að gera. En hvernig svona, já, hvernig er svona mannskapurinn, svona riðillin sem þeir eru í, það er ekki sá auðveldasti sem hægt er að óska sér, er það nokkuð? Nei, heldur betur ekki. Það eru hana með íslenska liðin alltaf, þá er þetta 3 af 4 efstu sætunum frá því að HM. Og slóinanir eru þarna sem eru, eins og allir vita, alveg rosalega sterklegir Spánverjar og Rússar og þetta er sannkallaður dauðariðill, eins og eitthvað sagði, en liðið alltaf sér bara einfallega að vinna hana riðil. Hann sagði með það hreint út, hann Óðinn Ríkarsson, núverandi leikmaður FH, sagði það bara hreint út, þeir alltaf að vinna hana riðil og allt annað verið vonbrigði. Það er svona metnaðurinn í þessi liði er þannig. Já. Þessi hópur sem er staðsettur hérna, þetta er sami hópurinn þannig séð sem að náðu þeim frábæra árangri, var það ekki brons á heimsmeistaramóti U18 eða? Já, U19, jú. U19, afsakið. Já, þetta er nokkurn veginn sami hópur pluss einhverju leikmenn sem voru meiddir þá, eins og Leonhard, leikmaður Hauka, meiddist rétt fyrir það mót og mista því og hann er með núna. Þannig að þetta er sami hópur pluss 1-2 leikmenn sem að gera ekkert nema að styrkja hópinn, þannig að liðið sem náðu brons HM plus einhverjir ennþá betri leikmenn sem það eru með. Það er svo sterkur er þessi hópur núna. En hérna eru allir heilir í hópnum og fleira, eða ertu búin að hitta eitthvað hópinn? Já, ég fór á æfingu með í dag og það vakti svolítið athygli mína að Ómar Ingi sem fór til Danmörku núna, hann tók ekki þátt í seinni hluta æfingarnar, en ég ræddi við hann og hann með klakapókaðan eitthvað við sköflunginu á sér og ég talaði við hann og spurði hann og hann sagðist bara vera heill, hann bara hans að hvíla sig og þetta var ekkert sem hann þyrfti að hafa áhyggjur af. Svo voru menn eins og Arnar Freyri fram sem var eitthvað meiddur fyrir mót, hann er búin að ná sér og Egill Magnússon hefur verið eitthvað að glíma með meiðsli, hann er búin að ná sér, þannig að þeir urðu heilir einhvern veginn allir á sama tíma rétt fyrir mót. Þannig að smatla rosalega vel saman. En þú verður hérna inn á 51.is og verður með svona dagbók dagstælega og það sem er hægt að fylgja öllu eftir. Það er eitt. Þeir eru að spila það ekki bara núna við verslunarhelgina? Jú, þeir spila, fyrsti leikurinn er á morgun og annar leikurinn strax daginn eftir, núna fyrst daginn, frí á laugardaginn og síðan er leikur á sundaginn, þannig að það er engi 4 þessum drengjum í ári. Nei, já. Eru þeir samt ekki samt sem að kannski að peppa sig bara upp með því að hlusta á þjóðatölu með Óla Stef? Já, það er algjörlega. Ég fór nú í rútu með þeim
þegar ég fór á æfinguna og fekk ég að fylgja þeim eftir æfingu, fekk ég að fara rútu með þeim og ég er ekki frá því að ég hef heyrt í 2-3 þjóðatíðalögum hann á leiðin tilbaka. Akkurat. Já, svona lokinu við sleppið það er allan að hérna að svona með hvernig þetta umfang mótsins menn kannski átta sig ekki á því að þetta er ekkert sjálfsagt mál að fara alla leið í úrslit. Er þetta ekki sterkast liðið núna sem eru með þeim í riðli, þannig séð? Jú, algjörlega og þetta er svona eins og í fullorðinsflokki bara að EM er runni sterkara mót en HM. Það eru náttúrulega lið sem að komast að HM sem eiga ekkert erindi í sterkustu liðin. Það er ekkert þannig EM, þetta eru bara bestu liði í heimi. Þannig að það verður ansið margt að ganga upp ef við ætlum að ná árangri en það er klálega efniviður til þess að gera. Jón Ingi Hafþórsson, við erum eftir að heyra frá þig meira á meðan þú ert þarna úti. En ég þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma hérna þetta miðvikudagskvöld en já, það er bara ekki hægt að segja annað en áfram Íslandi í lokin. Nákvæmlega, áfram Íslandi. Þið eru endilega í mér, þau erum búin að vinna hennar riðil. Já, svona í lokin árin slepptir, hvernig er að taka, nú hefur hann alltaf verið talin svolítið sérstakur hann Ólafur Stefánsson, hvernig er að taka viðtalið þennan mann? Ég man að fyrst þegar ég tók viðtalið þá var ég nú búin að vera í svolítið tíma í þessu en hann var fyrsti maðurinn í svona 1,5 ár sem ég var pínu stressaður að tala við. Það er bara góð sögn í mínum hugum og síðan vissi ég bara ekki við hverju ég átt að búast, búin að sjá fullt af stórfurðulegum viðtalið við hann. Og mér fannst það ganga svona frekar styrlega þá en síðan þá hefði tekið viðtalið hann oftar og hann byrjar að þekkja mig og þetta er fyrirlegu karakter en ég held að það sé betra að taka viðtalið hans sem þjálfari heldur en leikmaður. Hann er svona hans rólegri í heimspekinni sinni. En eitt sem ég langar að bæta við samvætti Ólafur Stefánsson, ég fór með hann í rútunni og leiðin tilbaka og spjallaði svona örlítið við hann. En síðan, það var svona 25 mínútur rútuferð og 20 mínútur af þessari rútuferð þá satt hann grafkjur og starði bara út úr gluggann á rútunni og hreyfði sig ekki neitt. Hann hefur verið í einhverjum gríðarlega djúpum huglengingum hann á leiðinni. Jón Ingi Hafþórsson, takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma þetta og meira til inn á 51.is. Bestu þakkir. Já, takk fyrir mig. Já, eins og Jón Ingi kom inn á þá eru þeir bara að fara að keppa núna yfir Verslunarhelgin og gott betur það. En ég ætla allan að þakka ykkur fyrir hlustunni kvöld. Það er nóg framöndan í sportinu. Byrjum fyrst á unglingalandsmót Íslands sem er haldið í Borgarnesi. Svo er náttúrulega, já, annað kvöld, þá er það bara IBVF og FH sem eigast við í Vestmannaeyjum klukkan 6. Annars er alveg heill hellingur í sportpakka næsta mánudagskvöld. Við ætlum að hafa fullt á góðum viðmælandum, við ætlum að taka rallíi fyrir sérstaklega og torfæruna sem framöndan er á Akureyri. Svo er náttúrulega Íslandsmótið í drifti og Íslandsmótið í golfi sem við erum eftir að taka fyrir en ég þakka ykkur fyrir hlustunum kvöld. Þetta og miklu meira inn á suðurlandfm.is. Njótið vikuna sem framöndan er og já, bara góða helgi. Henni Árna og Gulli G verða hérna með ykkur alla daga hérna vikunar. Endum þetta og það sem hjarta slæðir, það sem að margir eru að fara að njóta, það er kannski mest óskaða. Það er ágætt að menn sé ekki að biðja ég er komin heim núna í bili. Gott að kvíla svo því. Nú eru menn bara komin í þjóðatíðargírinn og IBVF ætlar að vinna FH á morgun.